Nú ætlum við að skoða hvernig hnitakerfi er uppsett. Hnitakerfi byggist upp á tveimur ásum. X-ás sem liggur alltaf lárétt og y-ás sem liggur lóðrétt. Báðir ásar, punkturinn þar sem þeir skerast, er punktur sem við köllum 0,0, þar sem báðir ásarnir er í 0. En síðan þurfum við að merkja inn þetta over 1, 2, 3, 1, 2, 3. Svo þurfum við að passa okkur, ef við förum í hina áttina, hérna 1, 2, 3, þá er þetta -1, -2, -3, eins hér, -1, -2 og -3. Þurfum að passa okkur að skrifa þetta svolítið nett, svo þetta sé ekki að rekast saman. En síðan byrjum við alltaf á x-hnitinu. Ef við höfum að merkja hvar einhver punktur er hérna, eða lesa hnit punktsins, við skulum skoða til dæmis bara punktinn sem við sjáum hér, þá byrja ég að rekja mig eftir x-ásnum. Hvar fer þessi punktur upp af x-ásnum? Og það er í 3. Þannig að hnitið sem er skráð svona, hnitið á þessum punkt er þá x-hnitið er 3 og y-hnitið þá fer ég bara beint í y-ásinn. Hann er í 1, þannig að þetta er 3,1. X-hnitið alltaf undan, síðan y-hnitið. Þetta sýnir hérna er ég búinn að merkja inn 4 punkta, punktana A, B, C og D. A-punkturinn er hér og við megum ekki skrifa í bækurnar en ég ætla að krota aðeins hér í. Ég ætla að merkja bara hvar hann fer inn á x-ásinn og y-ásinn. Og ég byrja á x-ásnum, hann fer í gegnum x-ásinn í 2, þannig að hnitið er 2 í sviga, komma og y-hnitið er 1. B, hann er hér. Hann er í -3,2 vegna þess að hann fer í x-ásinn í -3 en y-ásinn í 2. C er hér. Hann fer í gegnum x-ásinn í -2 en gegnum y-ásinn í -4. -2,-4. Og lokum er það D-punkturinn sem er hér. Hann er í 3,-4. Við tökum fljótlega eftir því að við erum með 4 fjórðunga hérna. Þennan, þennan og svo þennan. Hér erum við alltaf með plústölur á báðum tölum. Hér erum við með mínustölu á x-hnitinu en plústölu á y-hnitinu. Hér erum við með mínustölu á báðum og hérna plústölu á x en mínustölu á y. Þannig að bara með því að sjá hvar eru plúsar og hvar eru mínusar þá getum við séð í hvaða fjórðungi þetta er. Og hérna erum við að teikna punkta. Punkturinn A á að vera í 2,1. Þá fer ég bara í 1, 2 og þá ég fara hér upp og hvað ég fara hátt upp? Ég fara upp 1, 2 og upp 1. Hér er punkturinn A. Og því munum við merkjum punkt alltaf með stórum bókstaf. B -2,3 -1, 2,3 í pluss þá fyrir ég upp 1, 2, 3. Hér er punkturinn B. C er í 2,-4. Þá fyrir ég 2 hérna og 4 niður. Hann lendir hér, er punkturinn C og punkturinn D er í -3,-1. Þá fyrir ég hingað. Hér sjáum við D-punktinn. Af því ég fór í -1, 2, 3 og svo -1 það er niður. Því að hvarðin liggur í mínus niður og 1 hingað. Nú er ég búinn að tekna alla 4 punktana inn.